En margir hafa gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að bregðast ekki við slæmri lausafjárstöðu bankana og efnahagsástandinu almennt. Jón Steinsson, lektor í hagfræði við Columbia-háskólann í New York, segir að ríkið geti gert meira til að bregðast við lausafjársvandanum og að skattgreiðendur eigi ekki að niðurgreiða starfsemi bankana svo þeir geti fengið hagstæðari fjármögnun í útlöndum. Og Jón sestur hjá Jóhönnu. Velkomin Jón. Takk. Þú varst með fyrirlestur í háskólanum í dag þar sem þú viðræðir þetta alls saman og komst inn á þessi málatsömmul og þennan efnahagsvanda sem hér er við í dag. Ef við byrjum að sjá því þú segir að niðurgreiða, þú vilt ekki neytendur niðurgreiði starfsemi bankana þannig að þeir geti fengið hagstæðari lán í útlöndum. Hvað áttu við? Já, það er mikill þrýstingur á ríkisstjórnin í dag að taka mjög stórt erlent lán, 500 milljarðar króna, tala margir um. Það er náttúrulega ekki ókeypis að taka 500 milljarðar láni. Og ef að ríkið tæki 500 milljarðar lán í dag, þá verður kostnaðurinn við það í kringum 15 milljarðar á ári. Og ástæðan fyrir því að fólk er að tala um það að þurfa að taka þetta lán er að ríkið þurfa að vera trúverðugt í því að veita bönkunum þrautavaraþjónustu fyrir erlenda starfsemi sína. Það er komin upp svolítið einstök staða á Íslandi að bankarnir hafa vaxið gríðarlega mikið og starfsemi þeirra er að miklu leyti í útlöndum í dag. Þeir eru miklu stærri heldur en bara það að þjóna innlendum markaði. Það er náttúrulega það er mjög eðlilegt og er allstaðar þannig í heiminum að ríkisstjórnir bjóða bönkum upp á þrautavaraþjónustu fyrir sína heimaþjónustu og oftast er ekki greitt fyrir það sérstaklega. En staðin er svolítið önnur núna á Íslandi með það að ef að ríkið væri að taka þetta stóra lán, þá væri í rauninni skattgreiðendur að greiða, ríkið væri að bjóða upp á þrautavaraþjónustu fyrir erlenda starfsemi bankana og bjóða þá þjónustu þeim að kostnaðarlausu. Og það er spurningin að mínu mati, hvort að það sé skynsamlegt að ríkið bjóði þessa þjónustu fyrir erlenda hlutan bankanum að kostnaðarlausu. Áður við fyrir kannski út í hver þetta borga kostnaðin, að því að þrýstingurinn hefur verið mikill að ríkið geri þetta, er þörf á því að þínu mati að ríkið fari út í það að taka svona stórt lán til þess að auka gjaldeyrisvaraforðann? Ég er ekki viss um að það sé það skynsamlegast í stöðunni. Hvers vegna ekki? Ég held að það er aðalega það að það er bara dýr leið. En er það ekki mikilvægt fyrir bankana og fyrir þá bara íslensku þjóðina þar sem að bankarnir eru orðnir svona stórir? Jú, það er mikilvægt að ríkisstjórnin taki þátt í því að hjálpa bönkunum að gera eignir sínar seljanlegar. Eignir bankana hafa verið illseljanlegar eða eitthvað hluti þeirra og það hefur verið vandamál eða það hefur að minnstu verið einhverja líkur leiddara þegar það gæti orðið vandamál þó að svo bankarnir hafi ekki kannski lent í vandræðum með það ennþá en hluti af áhættunni eða hluti af óttanum sem að erlendir fjárfestar sjá við því að veita íslensku bönkunum lán er óttinn við það að hluti eigna þeirra er óseljanlegur. Þannig að það getur ekki staðið í skilum? Já, ef þeir þurfa hratt að greiða einhverjar skuldir þá þurftu þeir að selja eignir sem eru óseljanlegar og fengu slæm verð fyrir og myndi tapa miklum peningum. Ég held að ríkið gæti gert meira í því að búa til seljanlegar eignir á Íslandi. Já, það myndi þá aðalega felast í því að ríkið gæfi út meira magn ríkisskuldabréfa, bæði í íslenskum krónum og ef til líka í erlendum gjaldeyri og skipti á eignasafni bankana. Bankarnir fengju þarna seljanlegar eignir sem væru ríkisskuldabréf og ríkið fengi í staðinn sem veð óseljanlegar eignir. Og hvaða eignir er þetta að tala um? Þá erum við bara að tala um húsnæðislán bankana og önnur útlán bankana sem kannski er ekki hægt að koma í verð mjög hratt en eru samt ágætis eignir. Þannig að ríkið að þínu mati hefur ekki verið að gera nægilega mikið til að koma til móts við það ástand sem er. Ríkið hefur náttúrulega gert talsvert. En ekki nægilega mikið? Ég held að ríkið mætti ganga lengra, já. Og ef að ríkið myndi ganga lengra og hefði gengið lengra, væri við þá ekki að sjá þessa gríðarlegu gengisfellingu krónur? Já, ég held að það kom að upp tímabil á þessu ári þar sem að millibankamarkaður með gjaldeyri þornaði alveg og ég held að það hafi einhverju leyti haft með þetta að gera að það var ekki til nógu mikið að seljanlegum bréfum í landinu og ríkið hefði ef til gert betur, hefði það brugðist í því hraðar og að meiri krafti. Þannig ef ríkið kemur núna og myndi gera það sem þú til lýsa hér, myndi það styrkja gengi krónur? Líklega, já, að einhverju leyti. Reyndar hefur náttúrulega ríkið
gert talsvert og þetta hefur lagast talsvert nú þegar og svo hefur komið talsvert verðbólga í millitíðinni svo að gengi náttúrulega mun aldrei fara í þær hæðir sem það var áður vegna þess að við erum búin að fá svo mikla verðbólgu í millitíðinni og það hefði kannski verið hægt að koma í veg fyrir eitthvað þeirri verðbólgu en ég held að svona ef við horfum fram á við þá... Því verðbólgan er náttúrulega líka út af því að gengi fjall, já, einhverju leyti. En varðandi gjaldeyrisvarasjóðinn, má þá ekki bara skattleggja bankana fyrir þeim kostnaði sem að ríkið lætur út? Já, ég held að... Ef þeir fara út í það gjaldeyrisvaraforðan? Já, ég held að ef menn eru í alvöru að hugsa að taka svo stórt lán, þá þurfum við að hugsa það er hægt að gera með ýmsum hætti að fá bankana til að greiða fyrir þá þjónustu. En þá náttúrulega kemur upp það að ef ríkið er að láta bankana greiða fyrir þessu þjónustu, þá er náttúrulega, þá þurfum við að taka það með í reikningin að bankarnir gætu hugsanlega ákveðið að flytja einhverja starfsemi sinni til útlanda. En sumir segja að það sé ekkert svo slæmt, það væri bara fínt að losna við til dæmis erlenda starfsemi KB-banka úr landinu því að þetta sé bara orðið sko byrði á þjóðinu frekar en hitt sko, af því að það er svo stórir. Þetta þá byrði að því leyti að það er hérna dulinn kostnaður sem að leggst á skattgreiðendur í formi þessari ríkistryggingar sem eru á bönkunum. Það er kannski byrðin, en ef við fengjum bankana til að greiða fyrir þessa tryggingu sem þeim er veitt, þá náttúrulega er engin byrði fólkin í þessum bönkum, heldur þeir náttúrulega skapa mikil verðmæti á Íslandi. En varðandi svo þessa vaxtastefnu Seðlabankans, margir hafa líka gagnrýnt hana. Já. Og við búum hérna núna við verðbólgu, en samt sem að samdrátt, því að verðbólgan kemur til að mynda við öðrum orsökum heldur en bara einhverju þenslin í samfélaginu sko í dag. Hún kemur utan. Ertu á því að þessi hávaxtastefna geri gagn eins og staðan er í dag? Ég sé enga aðra leið. Það er algjör samstaða á meðal hagfræðinga sem að fjalla peningamál í heiminum og það er í rauninni eitthvað sem hefur breyst talsvert mikið á síðustu 20 árum. Í dag er algjör samstaða að eina leiðin til þess að ná verðbólgu, ná tökum á verðbólgu þegar hún fer svona hátt er að vera með mjög aðhaldssama stefnu og háa vexti. Hvað getur þetta gengið til langs tíma? Já, sko ástæðan fyrir því að vextirnir eru svona háir í svona langan tíma er að þrátt fyrir það að Seðlabankinn hafi verið með hátt í 9% raunvexti á síðasta ári, þá blés hagkerfið út. Svo það þýðir ekki að segja að þessir háu vextir séu að sliga hagkerfið á meðan það er 8% raunvexti. En við erum samt að horfa upp á samdrátt í atvinnulífinu og hérna... Hann hefur nú ekki verið sérstaklega mikil. Það fer mjög mikið fyrir fréttum af uppsögnum og það er svo sem alveg rétt að hafi verið uppsögnir og fyrirtæki eru virkilega skuldsett líka vegna það verða líklega einhver gjaldþrot í haust og það verður ekkert hjá því komist að verði niðursveifla. Þannig að þú hefur ekki áhyggjur af þessar hávaxtastefnu gagnvart fyrirtækjum, hún er eftir að þrengja of mikið af fyrstu einstaklingunum. Það gæti verið að Seðlabankinn gerir mistök í því að lækka ekki vexti nægilega hratt en sá tímapunktur er bara ekki kominn. Það er ekki hægt að byrja að lækka vexti fyrir en þú ferð að sjá lægri verðbólgu. Þegar verðbólgan er komin niður í miklu lægri tölur, þá náttúrulega lækkar bara Seðlabankinn vexti mjög hratt. En á meðan verðbólga er 14% og atvinnuleysi er 1% og sementsalar að setja met og hvaðina, þá er hægt að segja að það sé hægt að slaka á klónni. Heyrðu, við þurfum að ljúka þessu, en þetta er ein mjög stór spurning samt og þú eru einhvern veginn að þjappa náttúrulega svarinu vel saman. Ef þú er yfirvaldið hérna, bæði ríkisyfirvaldið og svo yfirvaldið í Seðlabankanum, hvernig myndir þú bregðast við þá? Þú ert að tala um þú myndir halda þessu vöxtum há, þú er búin að svara því. Já. En hver verður svo þín fyrstu skrif? Hvað er mikilvægast í dag? Já, til skemmri tíma, þá er eiginlega tvennt sem er mikilvægt. Í fyrsta lagi er að hnika ekki frá þessari hávaxtastefnu, frá miklu aðhaldi í peningamálum. Og í öðru lagi að tryggja það að bankarnir geti fjármagna sig og þá hefur það með að búa til seljanlegar eignir og hjálpa bönkunum. Það alvarlegast í stöðunni er hættan á því að það gæti orðið fjármálakreppa. Það hefur sýnt sig að þegar frelsi er aukið á fjármálamörkuðum, þá vill það oft verða að fyrstu nokkur árin þar á eftir koma bólur í bæði húsnæðisverð og önnur eignaverð og það verða fjármálakreppur. Það gerist í löndunum í kringum okkur á 10. árinu. Já, en vonandi þá komumst við hjá þessu og ég held að það sé til mikils að vinna
að gera það. En til lengri tíma litið? Til lengri tíma litið þurfum við, held ég, að endurskoða eða hugsa svolítið það að endurskoða umgjörð peningamála. Það bara ekki hægt að líta fram hjá því að þetta verðbólgumarkmið hefur ekki reynst sérstaklega vel. Við höfum náð því kannski í 18 mánuði af 7 árum og verðbólga hefur bara verið að aukast síðan. Það virðist bara vera að við íslenskar aðstæður, þar sem það koma svona skot í gengið og verðbólguskot, að verðbólgumarkmið sé ekki nægilega sterkt verðlagsvækkari. Hins vegar, það sem að gagnrýnin sem Seðlabankinn fær nánast allur á hina hliðina. Hann allur á þá hlið að það að veikja verðbólgumarkmiðið með því annarkvort að setja ný markmið eða tímabundi falla frá því eða hækka það eða hitt og þetta. Eitthvað sem myndi bara gera illt verra. Það sem ég tel að gera að gera markmiðið ennþá sterkara. Það sem að það væri þá sterkara verðlagsvækkari. En gengur íslenskan krónan bara? Já, það er spurning. Ef við víkjum frá verðbólgumarkmiðið þá þarf að leita að einhverju öðru og mér sýnist að minnstakosti hvað náttúrulega að taka upp evru er rosalega stórt mál það eru margir fletir á því máli en hvað þetta varðar þá hefur evran talsverða kosti. Takk fyrir þetta, Jón.